Hérna mynd sem að mér þótti áhugaverð en hún tekin úr Netto þar sem að stendur fyrir ykkur sem að eru bara að hlusta á hana þátt en ekki horfa. Nýtt í Netto, 4.399 krónur kílóið, lambalæri, úrbeinað, nýsjálenskt, halal frosið. Og ég staldraði við og hugsaði með mér, þetta nýtt. Þetta eitthvað sem að ég hef ekki séð áður. Þetta eitthvað sem að ég hef ekki upplifað áður á Íslandi. Og þetta eitthvað sem að ég hefði ekkert getað séð fyrir bara, örskömmu síðan ef ég á að vera hreinskilinn. En við hvern verið að tala? Fyrir hvern þessi auglýsing? Hún á íslensku, þannig að ég gerir ráð fyrir því að hún sé skrifuð fyrir einhvern sem að að tala íslensku og talar íslensku. Kannski stendur halal kjöti bara þannig til þess að erlendir aðilar geti metið það að kjötið sé vissulega halal. Og ég spurði reynda Grokk að því hvað væri halalslátrun og hvort að hún væri þessi stað til dæmis á Íslandi. Og þá reynda rann upp fyrir mér. Ég var búinn að sjá þessa grein en það var frétt á nútímanum. Þar sem að stendur Sláturfélag Suðurlands segist ekki merkja halalvottað kjöt á innlendum markaði. Halalvottun á kjöti hjá Sláturfélagi Suðurlands hefur vakið spurningar meðal neytenda. Meðal annars framkvæmd slátrunar, merkingar og tilgang vottunar. Í svari fyrirtækisins kemur fram að halalslátrun í slátrun sauðfjár sé í engu frábrugðin annarri slátrun eins og hún framkvæmd á Íslandi. Í svari Sláturfélags Suðurlands við fyrirspurn nútímans segir að óheimilt sé að taka líf kinda hér á landi án deyfingar. Þá rafmagn, þá hún svona nota stöngun til þess að rota dýrin og gera þau meðvindalaus á meðan þau eru skorin á háls og deyja af blóðmissi. Þannig að þetta þessi halalslátrun var ekki til kindabissa. Voru þær ekki notaðar til þess að deyða dýrin áður en að það var notað farið í það að vinna kjötið. En núna svo sagt verið að beita halalslátrun þar sem að þetta trúarleg aðferð samkvæmt lögum Íslam þar sem að dýrið aflífað með því að skera það á háls ákveðinn hátt. Nefna nafn Allah og tryggja að blóð tæmist úr líkamannum svo að allt kjötið teljist leyfilegt til neyslu fyrir múslima. Múhameðs trúarmenn annast aflífun. Til að uppfylla skilyrði halalvottunar þurfa starfsmenn sem eru Múhameðs trúar að annast aflífunina. Að sögn fyrirtækisins engin sjáanlegur munur á störfum þeirra og annarra starfsmanna og ekkert sem beri með sér að sýnilega trúar athöfn. Haft eftir félaginu að viðkomandi starfsmenn segja að þeir hugsi segi í nafni Guðs við aflífunina en að það sé ekki sýnilegt öðrum. Mér þótti bara svo sérstakt. Ég fór aðeins og gruska í þessu líka og það var hætt við að nota halalslátrun en án þess að láta okkur vita að það hófu þeir aftur að nota þessi halalslátrun árið 2025.